Heil og sæl, í kvöld ætlum við að fara með ykkur til Snorra sem minkaveiðibanni. Við kíkjum á kennar upp í Heiðaskóla, förum svo á sjóinn í Stykkishólmi og endum þáttinn hjá honum Þorgrími á Erpsstöðum. Það eru margir sem hafa veiðar sem áhugamál, en ekki hann Snorri. Hann hefur það sem atvinnu, veiðar og þjálfun hunda. Við stoppuðum nú ekki það lengi, en ég geti vel trúað að hann væri færum að þjálfa hund upp í að lesa þennan texta. Segðu mér Snorri, við hvað vinnur þú? Ég er sjómaður og minkaveiðimaður. Í hverju felst minkaveiði? Það felst í að veiða minka á stöðum þar sem þeir mega ekki vera og eiga ekki vera. Hvað ertu með margar tegundir? Ég er með 2 tegundir. Ég er með hennan venjulega bara eins og ég vil kalla íslenska veiðihundaterrier sem er búin að vera til og bara verða til með okkur minkaveiðimannunum. Og svo nota ég labradora svona í samhliða og náttúrulega líka þeir eru að sækja fyrir mig gæsir og skarfa og þannig. Akkur ertu með 2 tegundir í þessu? Það er náttúrulega þessi fyrst og fremst, ég notaði það til að finna minkinn. Og svo notaði ég labradorana með í öðrum bara aðstæðum. Skilur, sækja minkinn út í sjó, ár, vötn og hjálpa mér að vinna það sem að þeir geta ekki unnið. Ólíkt eðli þeirra? Já, mjög ólíkt eðli. Og hverjir eru það sem að fá þig til að veiða minka fyrir sig? Það eru laxveiðifélög, sveitarfélög, landareigendur, já. Og þeir eru að hreinsa sitt svæði af minkum til að verja æðavörp og fleira? Já, æðavörp, seiðasleppingabolla, laxveiðar eru náttúrulega mikið að sleppa seiðum á vorin og þá þarf að verja það alveg geysilega vel af því að minkurinn finnur strax þegar það er búið að sleppa í. Og þá náttúrulega er hann búinn að eyðileggja mjög mikið, sko. Það eru margar milljónir sem spila þar inn í, sko. Er þetta allt árið starf við þetta? Þú segir að vera sjómaður áðan? Já. Hvernig skiptist svona árs starfið þitt? Sko, þessi minkaveiði, eins og ég stund hana, þá er hún eiginlega allt árið. Af því þú þarft að halda hundunum allt árið, heilum. En aðalega er verið að vinna minka á vorin. Skilurðu, frá apríl til miðjan júní, þá vil ég vera búin með alla vinnuna. En svo inn á milli þar eru einhver útköll og svoleiðis, svolítið mikið, skilurðu. Það ekki margir starfandi minkaveiðimenn á landinu, það? Nei. Þetta byrjaði bara þegar ég var lítill. Pabbi að koma heim sunnudögum, taka sunnudagsrúndana, átti við hund sem allt í einu vildi veiða mink og mér fannst þetta bara geðveikt. Og ég vissi bara þegar ég er eldri að ég ætlaði að fá mér hund og það minkaveiðihundur. Og ég byrjaði á því hana 2003, fékk mér fyrsta hundinn. Bara búinn að vera sjúkur síðan, sko. Og þú ert að þjálfa hunda. Já. Hverjar eru svona helstu áskorarnir þar? Hvernig gengur hundaþjálfun, minkahundaþjálfun fyrir sig? Minkahundaþjálfunin er kannski ekkert svo mikið mál fyrir mig núna, sko. En að þjálfa hunda fyrir aðra er mjög skemmtilegra, aðra tegundir, fá nýja karaktera inn og lesa þá svolítið hvernig þeir eru, skilur. Sko, fyrst og fremst þegar maður er að kenna litlum hundum og alltaf, þá eru þeir að lesa líkamstjáninguna okkar. Og líkamstjáning í hundaþjálfun er númer 1, 2 og 3, þótt ég sé að nota það þegar ég er komin aðeins lengra. Það er náttúrulega, hundur heyrir ekki 300 metra frá þér, hann heyrir ekki hvað þú segir, þú segir kannski yfir. En hann sér þig kannski mynda skipun langt í burtu, þú færið þig bara yfir, þá tekur hundurinn þeirra skipun. En þegar maður er að þjálfa hunda, þá eru þeir allir að pæla í hvað líkamstjáningin er. Og svo færi við það yfir í hljóð, fattur eða flautu eða eitthvað svoleiðis í skipanir, fattur munnlegar. En þeir eru allir, bara svona litlir hundar, þá eru þeir að fylgja líkamstjáningum fyrst og fremst. Þeir þekkja manni á því. Og ertu líka að taka bara svona heimilishunda, sem sagt, bara að þjálfa þá í hegðun og slíku? Já, kannski ekki þjálfa því í einhverjum skipunum, bara heldur að koma þeim kannski bara svona á réttan stað í hausnum, fattur. Þekkirðu þá alla svona skapgerð og eiginleika þeirra? Já, en Logi, ég hef alltaf búin að rækta mikið undan einu sem er alveg með frábær skapgerð og ég vil hafa það. Ég vil hafa hundana rólega, yfirvega og það kemur líka náttúrulega með þjálfuninni. Maður þarf sjálfur alltaf að vera yfir. Þegar ég er að koma eitthvað niður í þetta, þá þarf ég að setja mig í ákveðið svona mót eða ákveðið hugafar þegar ég kem hingað inn. Ef ég er að koma alltaf með sínkvort hugafarið eða líður svona og líður hins en ég þarf að setja það allt til hliðar og koma hingað inn með hugafarið sem ég vil að þeir þekki. Af því að þá er ég ekki
þá að því að eins og líkamstjáningu, þeir þekkja mig á líkamstjáningu, hvernig mér líður, skilur. Og þess vegna þarf ég að skilja allt tilbaka, koma hingað og það æðislegt. Þetta svona þitt jóga? Já, þetta mitt jóga, sko. Hvað skemmtilegast við þetta? Það útiveran, ferðalögin, þú veist, fara út allt land. Ég var að koma frá Djúpavogi, þú veist, bara einn með mér, hundunum, í 7-8 daga. Ég tek nokkra ferðir svona ári sem ég bara labba bara rosalega mikið og vinn rosalega mikið og það er rosalega mikið challenge. Að bara vera bara í þessu. Bara hugsa hundana, fara frá því og setja út á morgnana. Þá ert að skipta þeim út, þú ert að labba svo mikið. Þú getur klárað hvert hol alveg yfir 1 dag þar sem ég þarf að hugsa. Hey, ég er í 7 daga, ég þarf að fóðra það rétt, ég þarf að alltaf bara hugsa að halda þeim súper og mér náttúrulega. Þannig að við komumst yfir þessi verkefni. Við tókum taliðan Örn, kennara í Heiðaskóla í Hvalfjarðarsveit. Hann vann nýverið verðlaun fyrir vel unnin störf. Við vorum ekki búin að spjalla lengi þegar mig var að fara langa aftur í grunnskóla og það hljótaði að vera meðmæli. Til hamingju með verðlaunin. Takk fyrir það. Geturðu sagt mér aðeins meira frá því? Já, þetta er eitthvað sem að menntavísindasvið, átak sem að þau fóru í núna í vor til þess að vekja athygli á kennarastarfinu og kennaramenntun og almenningi gafst sem sagt kostur á að senda inn tilnefningar kennara sem hefðu áhrif á þeirra líf og það bárust einhverjar 800 tilnefningar og 350 kennarar sem fengu og ég var víst einn af þeim sem fékk hvað flestar. Hvað er það sem svona verðlaun gera fyrir þig? Það er eiginlega mjög erfitt að lýsa því í orðum hvað mér þykir vænt þetta af því að þetta eru umsagnir frá nemendum mínum sem eru í rauninni sá dómari sem ég vil helst heilla, skilurðu. Það að maður skuli allavega að þið muni eftir manni og segi fallega og hlýlega hluti hann er náttúrulega bara rosalega góð tilfinning og gerir það að verkum að maður og ég gerir mig grein fyrir að sennilega sé ég á réttri hillu í lífinu sem að ég valdi mér mjög ungur að árum. Hvað fannst þið gaman? Ég held ég hafi verið 4 ára þegar ég ákvað að vera kennari. Þið eru með svolítið merkilegt starf hér í Heiðaskóla. Þið hefur verið að kynna ykkur alls konar nýjungar og eitthvað. Já, við erum með spjaldtölvur núna, ætli sé ekki komið á 4. ár sem við erum búin að vera að kenna með notkun spjaldtölva og allir nemendur okkar frá 1. bekk og upp í 10. bekk eru með spjaldtölvur og það er bara gríðarlega spennandi að grúska í því og svona nálgast námið á annan hátt. Það býður upp okkur aðra möguleika, eða ekki? Ótal möguleika og ég allavega þetta hafði þau áhrif að það gjörbreyttist starfi hjá mér, mín kennsla gjörbreyttist í kjölfarið á þessari innleiðingu. Það færði mig mjög mikið úr svona hefðbundnu námsefnisyfirferð og próf yfir í það að einstaklingsmiða miklu meira. Nemendur stjórna meira náminu sínu og þeir hafa miklu fjölbreyttari leiðir til þess að sýna fram á hæfni sína heldur en gerðu hér áður fyrir. Já. Og hvað er það sem Heiðaskóli leggur áherslu á? Við leggjum fyrst og fremst áherslu á, þó að standi hvergi á blaði kannski, að okkar nemendum líði vel í skólanum og að þau verði sterkir, sjálfstæðir, ábyrgir einstaklingar þegar þau koma að fara frá okkur. Nú er heimurinn svolítið að snjall tækja væðast. Læra þau kannski betur að stjórna þessu svona? Ég hef þá trú, já. Að við séum að nota hvort sem eru símar eða spjaldtölur að reyna að kenna þeim að umgangast þetta og nýta þetta sér til framdráttar. Ef þau læra það í skólanum þá held ég að það sé miklu minni hætta á því að þessi tæki þvælist fyrir þeim í framtíðinni. Við keyptum okkur iPad mjög fljótt svona snemma heima eftir þeir kom út. Já. Þannig að maður svona þekkti alveg umhverfið aðeins. Já. Og svo er þetta yfirleitt, þegar þú færir nýtt app þá byrjar það á því að kynna hvað þú getur gert og maður er bara fyrir gegnum það þá. Og svo er bara með þetta eins og annað það sem við höfum náttúrulega, og krakkarnir eru óhrætt við, það er langflest.
Það bara að fara inn og byrja að fikta og prófa. En heimanám, foreldrar að hjálpa við heimanám núna, bara heyrðu, viltu hjálpa mér að gera rappmynd? Heimanám í Heiðaskóla bara ekki til. Yes, get ég skráð mig aftur í skóla? Nei, sko, þetta eitt af því sem hefur breyst hjá manni, sko, lengi vel þá var maður einmitt fastur í því að þú ættir að læra eitthvað heima og það var alltaf mjög erfitt, aðstæður nemendur eru rosalega misjafnar og þannig að þetta bara smátt og smátt fjara út en þau læra heima ef þau þurfa þess. Þau eru bara með einhverja ákveðna áætlun, það eru skilaverkefni sem þau eru að standa að skila og ef að þau þurfa stundum að þá þurfa þau að læra mikið heima rétt fyrir skiladag en við erum ekki með neitt svona skipulegt heimanám. Nei. En aðstoði þá sem þurfa þess fylgjum? Já, ég meina, en sko svo annað sem að þau fá með því að vera með iPadi með sér heima. Þau hafa aðgengi að mér til dæmis á kvöldin. Já, meira aðgengi. Já, og ég hef alveg gefið leyfi fyrir því ef að þau hafa einhverja spurningu varðandi eitthvað verkefni sem þau hafa að gera. Þá ég svara því alveg þó ég sé heima í stofu, sko. Og svo það sem kannski allavega frábrugðið frá sem var hér að námsmat sem slíkt orðið mjög breytt. Við erum ekki að leggja fyrir þau stór og mikil próf. Einu sinni var þetta þannig að þau lærðu einhvern kafla og tóku svo skriflegt próf. Það orðið miklu meira það í dag að þau sýna fram á hæfni sína með bara þeim leiðum sem þau kjósa sjálf. Spjaldtölvan býður upp á það, þau geta skilað verkefnum munnlega, þau geta skilað inn glærukynningum, þau geta búið til kennslu myndbönd, þau geta búið til einhvern veginn öðruvísi myndbönd, ritgerðir, rafbækur, hvað sem og það sem að ég allavega hef gert mjög mikið úr að breyta hjá mér að þau hafi helst sem mest val í hvert skipti sem að þau þurfa að sýna fram á einhverja hæfni, að það sé rauninni ótakmarkaðir fyrir valmöguleikar. Og meðal annars að þá hef ég til dæmis eitt eftirminnilegasta verkefni sem ég hef fengið skil á í enskri málfræði fleirtölu nafnorða. Og þá var eitt af því sem var á listanum hjá mér val skil var að rappa. Það voru 2 drengir sem að gripu það á lofti og það tók reyndar svolítinn tíma en þeir bjuggu til takt og röppuðu reglurnar fleirtölu nafnorða í ensku og þetta var alveg stórkostlegt að heyra þegar ég loksins kom og ég gat ekki verið minni maður og ég gaf þeim mína umsögn á sama formi og ég sendi þeim tilbaka rapp með mér að segja hversu vel þetta þeim hafi tekist til. Og þetta alveg svona mjög lýsandi fyrir það sem hvernig svona skipulag og tæknin býður upp á svona skemmtilegar leiðir til þess að meta og bara hafa gaman, sko. Tímarnir breytast og mennirnir með. Þökk sé Símoni og fleiri frumkvöðlum stendur okkur neytendum nú til boða alls konar sjávarfang sem áður lá ósnert í sjó. Við skelltum okkur á sjóinn. Bláskil í Stykkishólmi. Geturðu sagt mér hvað fyrirtæki gerir? Við erum eins og nafni gefur til kynna í bláskil, eða krækling. Ég vil frekar láta heita bláskil, það íslenskara nafn fyrst mér. Svo erum við í sjávargróðri líka, öllum tegundum. Sjávargróður hvað? Það þari og þang. Þurrkuð það og söltum og verkum eftir óskum kaupandans. Það þessi típiska söl og eitthvað meira, eða ekki? Já, við erum aðalega beltistara. Hann svona vinsælastur hjá okkur, vex á línum, við ræktum hann á línum. Ertu búin að vera lengi í þessari starfsemi? 2007. Góðærinu 2007 byrjuðum við. Byrjaðu fyrir hrun, eða spratt þetta upp úr því? Já, aðeins fyrir hrun, já. Já, djöfusins lukka. Já, þá ætlum við bara, maður reikna út hvað það sem var helst fyrir velgengni fyrirtækis, hvað var dýrt að flytja gáminn af bláskel til útlanda. Ég held að það átti að kosta 600.000, við höfum ekki flutta inn á körfu. Seljum allt á innanlandsmarkað. Já, en þeir eru samt að það í fullu fjöri? Já. Nóg að gera? Það er nóg að gera, þetta mjög vinsælt vara. Þetta er vara sem komin til með að vera á boðstólum, held ég veit ekki góðsum. Mjög vinsæl. Já. Þú hvað hefur breyst? Þetta hefur ekki alltaf verið borðað, eða það? Nei, þetta var alveg svakalega erfitt. Við vorum að byrja að kynna þetta. Við byrjuðum 2010
að selja bláskel. Byrjum 2007 og 3 ára að stækka hjá okkur og hérna byrjum að selja þetta og ég fór með þetta út allt í veitingahús. Man sérstaklega eftir hérna Suðurlandinu, mínum æskustöðum sko. Þeir bara fussuðu, vildu bara humar. Ég sé ekki hvað þetta var eins og sko. Og segðu mér hans frá hérna ræktuninni. Þið setja niður einhverja línur eða ekki og þeir festa sig á þær? Já, setjum niður svona sérstaka kaðla eða spotta. Þetta svona single drop kallast þetta system og svo kemur bara lifran á þetta, bara pínlítur, sést ekki eins og með berum augum. Og hérna, svo eftir 3 ár ef að allt gengur vel að þá komin skíala á línunar í uppskerustærð. Eftir hvað langan tíma? 3 ár. 24 til 28 mánuði, sko, 28 mánuði svona. Já, ok. Já, þá hún komin í svona 55 mm, 60 mm. Já. Og þá hún orðin svona boðleg. Ég var ekki búin að átta mig á hvað þetta langur tími. Já, þetta svolítið langur tími og mjög erfiður tími náttúrulega að hérna, sérstaklega maður að byrja, að fá ekki tekjur fyrir eftir 3 ár. Ferðu ekki, já, það svolítið, hérna, það ögrun að takast á við það. Ferðu að kíkir á, að komið eða eitthvað svoleiðis, eða hvernig? Já, maður... Það lætur þetta bara alveg liggja og svo, hérna... Já, maður sér það vorið eftir, sko. Já. Hvort þetta hefur hefnast eða ekki, sko. Þú sagði mér áðan, hérna, við kíkjum hérna yfir, þetta aðeins í lögum, eða ekki? Hvað efst og við vinnum okkur niður, svona við horfum bara, meðaljón horfir á klett. Já, svona á fjöruna, það efst bóluþangið, þetta þang, bóluþang og klóðþang sem að... Við þekkjum hérna, já. Með búflónum inni. Já, sem hérna, þeir að taka á reykólum hérna þetta klóðþang og eitthvað öðru þar að svo hérna aðeins neðar í klettinu þar sjáu þið sölin. Já, hún svona rauðleit. Já, sölin og rauðleit. Svo kemur hérna, sá ég áðan marínkjarni og hrossaþari og... Já, þeir eru onni sjó núna. Já, aðeins neðar. Þetta allt tegundir sem við erum uppskera, já. Og þetta alltaf ætt alveg? Já, allt, rosalega hollt alveg. Já. Og gott. Þú myndist á rauða hörpuskil á það? Já. Þeir hérna, Sigur Ágústsson aðeins byrjaðar að veiða hörpuskil aftur og hérna, og sem sagt að verka hann og selja bitana. Og við höfum keypt af þeim bita sem að ekki þóttu mjög spennandi hérna einu sinni. Þeir eru svona rauðleitir og við komumst að því að hjálpa okkur hérna í náttúrustofan, hann Róbert, komumst að því að bitarnir eru svona rauðir að þeir draga í sig karótín úr þörungum í hafinu og eru svona miklum hollar og betur heldur en önnur skel. Og þetta þykir orðið mjög eftirsótt var í dag. Við erum að selja bara alveg hellinga þessu. Já, varst þú sem komst með hann inn á markað? Já, þetta eina íslenska hörpuskilin á markaði núna. Já, ég kom með þessu inn á innlandsmarkaði, þessa rauðu. Já. Karótín litarefni sem hérna sama við gulrótum, eða ekki? Jó, alveg meinholt, sko. Hafið lokkar og lagar á ný. Breiðafjörður góður fyrir þessa ræktun? Já, Stykkishólmur bestu náttúrulega. Kalt mat, alveg kalt mat. Kalt mat, sko. Hér eru meirinn helmingur öllum fjörum landsins við Breiðafjörð. Þannig að, og þarinn vex í fjörum og á grunnsævi, þannig að það gefur auðvitað að við erum í kjöru lendi fyrir þetta, sko. Þó þú hefur ekki byrjað fyrir 2007 í þessu, þá varst eitthvað að segja mér, varst ekki eitthvað sem krakki að tína? Jó, Stokkseyri. Jó, við tíndum þar fyrir neðan Kalastaði sem amma bjó og tíndum þar söl og seldum á náttúrulækninga heimilið Hveragerði. Við verðum ríkir af, bræðir. En finnst þér hérna ekkert skrítið og horfið tilbaka, hefur þið vitað eftir að reka fyrirtæki með hérna og selja þang út á fína veitingastæði? Já, mér finnst svolítið gaman að þegar ég að koma með þarakörinn í land, sko, og grásleppukallarnir standa á bryggjunni hnussandi, sko. Þetta þeirra besti bölvaldur, það helvítis þarinn í netin. Það skulle verið hægt að gera peningur, það bara frábært. Þetta framtíð, ég alveg sannfærður það. Ekki víst að ég njóti þess, sko, en þeir sem eiga eftir að vera hérna og vera í þessu, það ekki spurning. Hvað betra en ís? Ekkert.
Ís er nefnilega þannig að hann á við í hamingju og hann á við í huggun og þá nú líka gaman að fá sér alls konar ís. Til dæmis frá henni Helgu og Þorgrím á Erpsstöðum. Þau eru eitthvað svo kallað rjómabú. Heyrum aðeins hvað það er. Rjómabú Erpsstaðir er verkefni sem við fórum út í 2008, ég og Helga. Þegar við byggðum nýja fjósið þá settum við okkur það að markmið að vera með afþreyingu fyrir ferðamenn. Því Alasíslu á þeim tíma var ekki mikið afþreyingu. Það var svona aðeins í Búðardal vísir af svona veitingastöðum og slíku. Svo inn á laugum, það var náttúrulega sundlaug og slíkt. En eitthvað svona annars konar afþreying var ekki í boði. Og yfirleitt þegar það var verið að ræða þetta á svona opinberu vettvangi þá var alltaf verið að tala um sveitarfélagið þetta og sveitarfélagið hitt. Og ég hreinlega bara ákvað að sýna fram á það. Það þyrfti ekki endilega sveitarfélagið til að gera alla hluti. Nei. Það var alveg hægt að láta mjólkurfræðinga gera það líka. Já. Og þar sem ég var lærður ostagerðarmaður þá ákvað að fara þessu vegferð og opna litla mjólkurvinnslu. Þar sem við myndum, í fyrstu stóð nú bara til að gera ís. Og ísinn er náttúrulega aðdráttarafl. Það er þannig að þegar er ís í boði þá stoppar fólk og tala ekki með börn. Og síðan hefur þetta bara undið upp á sig og nú erum við með ís á sumrin og allar okkar vörur, skyra, osta og fleiri vörur. En yfir veturinn þá erum við minna með ís en framleiðum skyr í hverri viku og höldum svona við ostalagernum eins og við getum. Já, við erum að framleiða sem sagt ís aðalega núna og erum með náttúrulega margar bragðtegundir og oft svona nýja bragðtegundir. Það er ekkert víst að þú fáir akkurat sömu bragðtegund í dag og þú fékkst í gær. Til dæmis rabarbarísinn. Við fórum að framleiða hann fyrir 2 árum og hann er mjög vinsæll meðal útlendinga. Rabarbara, þetta er eitthvað sem að þeir vita er svona séríslenskt. Og einhvern veginn þá er rabarbari svona í útlendum þekktu fyrir að vera svona dýrvara. Okay. Eða það er að segja vegna þess að þeir ólst ekkert upp í það að hafa svona borðum eins og við. Þetta er bara vex út á haug hjá okkur og við étum þetta. En í útlendum að þá voru náttúrulega miklu meira úrval af ávöxtum og rótarjurtum til að éta. Þannig að rabarbarinn var svona bara afstans. Og þetta lærði ég á Nýja-Sjálandi þegar ég var þar fyrir aldarfjórðungi rúmum. Að þegar ég fór í búðina og vildi fá rabarbarasöltu þá var hún ekki til. Þannig að ég keypti bönsa rabarbar og sauð minn einu söltu og þeim fannst ég fara illa með verðmætin. Að vera að sjóða svona dýra vöru og búið til sult úr því. En þeim fannst hún góð. Mann ég rétt var til hundasúru ís? Já, við gerum hundasúru ís hérna á 2-3 ár. Já. Fíbla hunungsís gerum við yfirleitt á hverju sumri, smá tíma. Man ég eftir bjórís? Bjórís, já. Hvað er svona klikkaðist ísinn sem hefur gert? Hvað er klikkaðist ísinn? Já. Það er ekki komin að það? Nei, ég hugsa nú örugglega ekki, en besti ísinn sem ég hef gert, það er jarðarberísinn. Já. Með jarðarberinn frá Sólbergi. Það er alveg bara, ég veit ekki hvernig við duttum bara niður á það. Annarkvort erum við svona góð að gera ís eða jarðarberinn svona frábært hráefni. Munurinn á ykkar ís og kannski hvernig er ykkar ís? Er hann ekki eitthvað frábrugðinn svona hefðbundnum ísum? Það er kannski ekki alveg algilt hefðbundnum ísum en til dæmis eins og með ísinn okkar. Við notum náttúrulega bara mjólk og rjóma og við erum með töluvert hátt hlutfall af rjóma í ísnum og töluvert þykkan rjóma. Við erum með rjóma sem er einhvers staðar nálega 50%. Já, það er alveg. Já, þannig að hann er svona kannski nær því að vera smjör heldur en rjómi stundum. Já. Og svo erum við reynum að nota eins mikið af svona náttúrulegum hráefnum, íblundarefni sem bragðefnum eins og jarðarberinn. Við fáum bara fersk jarðarber, Sólbergi og mixum þau bara saman við. Bláberinn, mixum þau bara saman við. Og rabarbarann, við sjóðum upp rabarbarann, búið til svona nokkurs konar rabarbaragraut og blöndum því svo út í. Sáu ég ekki líka að þau eru í samstarfi við Krus Íslandurs? Jú, svo þegar við náttúrulega þegar maður býr til ís þá náttúrulega þarf maður að rjóma og þá kemur ógeðslega mikil undarenna sem fellur til. Þannig að við fórum að gera skyr og það er eins með skyrið að það fellur til ótrúlega mikil misa af skyrinu
og misuna höfum við nú notað aðalega fyrir dýrin til að gefa þeim að éta, bæði kálfunum og grísunum. Svo hérna fyrir 3 árum þá kom hún Sigga hingað, þá var hún að vinna að þessu þróunarverkefni að búa til þennan drykk og vildi prófa að hafa misu sem grunn. Og það endaði með því að hún kláraði þessa vöru og við erum búin að vera að selja þetta nú hérna í síðustu 2 ár og framleiðum, eða hún fær alla misu sem hún notar hjá okkur í þetta. Þetta íslensku berjadrykkur. Já, berja- og grasadrykkur. Og svo að nýjasta hjá henni að nota síðan hratið og búið til keks. Í hverju felst vinnan við Erpstaði og rjómabúið Erpstaði? Þið eruð ekki bara í þessari vinnslu, það er eitthvað meira sem liggur á baki. Við erum bændur nummer 1, 2, 3. Það er okkar vinna og þar liggur okkar ástríða og þar liggur okkar innkoma og afkoma þar að leiðandi. Veistu að þetta er ógeðslega gaman. Þetta er eitthvað svona eins og með þau með jarðarberin og eins og með Siggu í Kruss, að við erum að vinna saman og búa til eitthvað og það verður til svona litlar union eða hvað maður á að kalla það, þetta svona eiginlega verður svona eins og lítið blóm sem að fær alltaf svona eitt laufi viðbót og einhverju vegna það verður laufin ekkert hvorki eins í laginu eða á litin sko. Við kveðjum ykkur hérna frá Erpsstöðum í kvöld og erum komin í smá sumarfrí en við sendum út á Vesturlandi föstudagsþáttinn 1. júlí.